Góðan dag, gaman að sjá ykkur og erindi í dag heitir Stjörnustríð kærleikans og ég búinn að brydda upp á þessum hugsunum hérna áður í fyrri erindum mínum en mér langar að taka þetta svolítið betur saman og gefa svona heildarmynd. Og þegar við lítum á Guð að þá gefur Guð ákveðnar staðhæfingar sig en útskýrir sig ekki. Og Guð segir til hans alveg í byrjun Biblíunnar, Guð einn. En segir líka að Guð þrír. Og við skiljum ekki, hvernig getur Guð verið einn og hvernig getur verið þrír og Biblían útskýrir það ekki bara staðhæfir og svo þegir hún. Svo við spáum og spekulerum og reynum að útskýra að búa til þýðingar og guðfræði og alls konar vesen en Guð segir nei bara, ég einn, ég þrír. Búið. Öðru lagi segir Guð kærleikur. Og guðfræðingar fara að útskýra hvað guðlegur kærleikur það er einhvers konar agape, æðri kærleikur. En þegar ég les Biblíuna, þá útskýrir Biblían kærleika Guðs í mannlegum hugtökum. Eins og kærleiki ásmilli manns og konu, milli systkina, hvernig fólk kemur saman, vináttu. Guð útskýrir kærleikan á svo viðamikinn hátt og stórkostlegan hátt og segir síðan bara Guð kærleikur. Hann segir ekki Guð hefur kærleika, Guð kærleikur. Við getum ekki útskýrt það nákvæmlega, bara svona staðhæfingin. Þriðja lagi segir Biblían, Guð skapari. Og við rífumst það og margir í dag segja að það ekkert sköpun, það þróun. Sérstaklega menn reyna að útiloka Guð og segja að segja Guð til, það verður að koma að tilviljun, það þróun, en Biblían segir, Guð skapari, ef Guð ekki skapari, þá hann ekki Guð. Annarkvort Biblían sönn og við tökum við því, eða við þurfum að hafna því. Síðan segir Guð að hann veit framtíðina. Hann þekkir hvað með gerast, hann veit hver endurinn og hann við stjórnvölinn. Við höfum verið að lesa heima hjá okkur í South Bend í Danielsbókinni, hvernig Kristur í hverjum kafla, hvernig Guð í hverjum kafla og þar hann að reyna að ná til konungs. Ungur maður sem grimmur, Nebúkadnesar, lítur stórt á sig, lítur á sig sem Guð og Guð að reyna að ná til hans og snýr honum að lokum til trúar þar sem að Nebúkadnesar verður einn af spámönnunum. Hann skrifar í kafla í Biblíunni. Og voru að benda á að í Ameríku kosningar og við erum að tala kosningar hérna í Íslandi hvort að stjórnin standist mikið lengur eða ekki. Guð í stjórnvölinn. Hann getur tekið stjórn úr, hann getur sett forseta við völd, hann getur breytt framtíðinni og ef að Guð þolinmóður, ef að Guð leyfir því að fara við völd sem að okkur líkar ekki, þá þurfum við bara að vera róleg. Þegar Guð að reyna að ná til fólks. Æðstu stjórnmálamanna, ríkasta fólkið, þeirra sem ekki geta gert engur ráða, þeir sem eru skattaðir, lamaðir, þeir sem hafa engan pening, þeir sem eru á götunni. Guð reynir að ná til allra einstaklinga. Og við segjum, hver Guð? Guð til? Og Guð staðhæfir og útskýrir ekki alltaf hver hann Og þegar maður les Biblíuna, þá ekki oft sem að Guð útskýrir eða segir eitthvað sig. Það mjög lítið það. Og við lesum á Biblíuna og tölum hetjurnar í Biblíunni. Davíð móti Góliat, Ester sem hefur hugrekki. Allar þessar sögur, sem miklar sögur stóra einstaklinga. En í raun og veru þetta allt aumingjar, allt vesalingar, menn sem eru brotnir, menn og konur sem að ströggla sem eiga erfitt með lífið og erfitt með ákvarðanir, en í öllum sögunum Guð hetjan. Aftur og aftur og aftur kemur Guð og gerir eitthvað og breytir einhverju og leysir vandamálin. Þannig að söguhetja Biblíunar ekki Daniel eða Davíð Ester, heldur Guð. Og það í gegnum svo sögur sem að við lesum og skoðum að við sjáum hver Guð Lærum hver hann og hvað hann reyna að gera. Vandamálið í dag að margir vilja ekki trúa á svona Guð.
þeir vilja ekki leyfa Guð að vera í sínu lífi. Og það eru ýmsar ástæður fyrir því. 2 megin ástæður ein kirkjan, og ég að tala kristna kirkju yfir höfuð, hvort sem það þjóðkirkja eða sjálfstæð kirkja, hafa oft notað skam og sekt, vald, til þess að stjórna og ráðskast með fólk. Og skapa sektarkennd, skamma fólk og rífast í þeim. Og margir segja, ég vil ekki koma nála svona Guði og labba í burtu. Aðrir vilja ekki með Guð að hafa vegna þess að þegar Guð tala til þeirra, hann breytir lífið þeirra. Hvort sem að okkur líkar er betur það er. Ég veit ýmsa einstaklingar sem hafa átt erfið með líf sitt og reynt að breyta, geta það ekki. En síðan kemur Guðinn í líf þeirra og bara gjör bylt í lífinu. Því að heilagur andi, Guð, sem við skiljum ekki, 1 af 3, 1 Guð, þegar hann talar til okkar, hvíslar á okkur og þá hugsa, ég á ekki að gera þetta. Þetta var ekki nóg gott hjá mér. Og það stórkostlega ég með tala um þetta næstu viku, næsta laugardag, sama hvað við höfum gert, sama hver við erum, sama hvar við komum frá, hvað við erum að glíma við, Guð segir, komdu, ég vil þig. Komdu vertu með mér, velkomin. Og ég mun líta á það nána næstu viku. En svo fólk vill ekki Guð, reynir útilokan og vill staðinn hafa fjölþætt þjóðfélag þar sem að allir með að koma, öll trúarbröður og leið, sama hverju þú trúir, allir eru jafnir. Og Guð segir, nei, það ekki allir jafnir, ég Guð, það engin annar. Og vandamálið Biblían staðhæfir slíkt Guð að annarkvort hann sannur og Biblían rétt eða hann algjörlegari og ekki til. Það ekki þar á milli. Annarkvort tekur maður kristna trú og lifir virkilega þann kærleika sem Guð í þolinmæði og leyfa öðrum að vera þeir sem þeir eru án þess að við sem að stjórna þeim og við bara meðtökum Guð eða Guð ekki til. Og ég verð að segja að hafa alist upp á Íslandi hérna og þó ég hefur lagt einelti í skólum aftur og aftur. Kristinfræði í skólum nauðsynleg. Það þarf að kenna ungum krakkum að Guð elskar þá. Að Guð alveg stórkostlegur og við erum að taka það í burtu frá megin þorra barna í dag því miður. Og við erum að blanda saman því sem ekki gagnvart Biblíunni, samkvæmt Biblíunni og því sem úr Biblíunni og það bara gengur ekki upp. En spurningin raunverulega þessi, ef Guð útskýrir ekki sjálfan sig, ef við getum ekki séð Guð, hvernig vitum við hver hann Og ein besta leiðin til að sjá hver Guð eða lesa sögurnar í Biblíunni og sjá hvernig Guð sýnir þolinmæði og kærleika. Hvernig Guð umbreyðir brotið fólk sem eru sakamenn, brotlegi við lög, vondir menn, einstaklingar sem eiga vandamál með áfengi, einstaklingar sem hafa drepið aðra aftur og aftur, sem fara illa með fólk, konur og aðra þjóðir sem eru rasistar. Guð tekur allt þetta fólk og vinnur með að lesa sögu eftir sögu eftir sögu, sérðu að Guð sýnir þolinmæði og kærleika. En samt vandamál, hvernig sjáum við Guð? Og mér langar að deila með ykkur sögu sem svona rauður þráður í gegnum Biblíuna. Að Guð að reyna að ná til fólks með kærleika og sérstaklega að einum einstakling sem svona svartur þráður í gegnum Biblíuna. Fyrst langar að benda á það sem við getum ekki séð Guð, hvernig getum við þá kynnst Guði? Og það svolítið merkilegt að þessi Jesús, sá sem gerðist Jesús Kristur hérna á jörðinni, áður hann kom til jarðar, var hann þekktur sem engill. Af hverju? Guð, almáttugur, gerðist á meðal englana sem jafningi þeirra, sem fremstur englana, til þess að sýna þeim kærleika og persónleika hver Guð
Og hvernig getur það verið? Ef að Guð gat gerst lítið barn, þá gat hann einnig gerst engill. Og við sjáum til dæmis að þegar Abraham var hérna á jörðinni, hann hlakkaði til að sjá Guð. En hvernig getur hann séð Guð ef enginn getur séð Guð? Og það er merkilegt í Jónas og Guðspjalli, Jesús Kristur talar við fariseana og segir, Abraham hlakkaði til þess að hitta mig og sjá mig. Það var búið að lofa honum því að hann myndi hitta mig og ég sá hann. Ég fór að heimsótti hann. Og það saga í fyrsta Mósebók, það segir að Guð kom, gekk inn í tjaldbúðinu hjá Abraham og þeir hittust og Abraham útbjó mathandunum og gaf honum að borða. Og þegar Jesús segir, þetta var ég, þá segir farisearnir, nei, það er ekki hægt, þú lýgur, þú guðlastar því að enginn hefur séð Guð og þú ert ekki einu svona 50, hvernig getur það verið að þú hafa verið þar? Þeir skildu ekki hvað Jesús var að segja, en Jesús var að segja, ég var þarna engillinn sem gekk inn í tjaldbúðir Abrahams. Og hann leiði líka að því að þegar Móses kom að runnanum sem var brennandi og þar var Guð, það var Jesús. Og það er merkilegt að þegar við lítum þess í, meira segja síðustu bók Biblíunnar og Óperubókina, það segir Kristur, ég var morgunstjarnan. Ég er bjarta morgunstjarnan. Og ég má koma aftur aðeins eftir smá stund. En við sjáum líka að það tala Jesús Krist sem höfuðengil. Höfuðengil? Kristus sem engil? Páll talar með þessum bréfunum og það er líka talað annars þar í Biblíunni að hann sé höfuðengillinn í Júdasar bréfinu þegar að Móses hafði dáið, hann var grafinn og þar er Satan vill halda Móses í gröfinni og Kristur kemur þar, það talaði að hann sem höfuðengillinn kemur og reisir Móses upp úr gröfinni. Hvernig getur einhver reist mann frá dauða annar en Guð? Kristur sem Guð kemur það sem höfuðengill, fremstur allra engla. Hvernig getur það verið? Ég veit það ekki, það er ekki útskýrt, það er bara sagt. En ég deili þessu með ykkur því að það hjálpar okkur að skilja söguna sem er rauður þráður í gegnum Biblíuna og annar svartur þráður í gegnum Biblíuna þeir koma saman. Vandamálið var að það var annar sem hafði verið skapaður, hann var ekki eilífur eins og Kristur, eins og Guð, heldur annar sem var skapaður, sem var öfundsjúkur út í Jesúm Krist. Því að hann gat séð höfuðengilinn, morgunstjörnuna, Jesúm Krist, en hann gat ekki séð Guð, en hann gat séð þennan höfuðengil og hann öfundi hann höfuðengil og þó að Jesús sagði við hann, ég er Guð. Hann sagði, nei, þú ert engill. Og ég vil vera fremri en þú. Og hann byrjaði á því að hvísla orðum, hvísla sögum, efasemdum og sagði, veistu hvað? Þessi höfuðengill, þessi morgunstjarna, hann er ekki nógu góður, ég er betri, ég gerir meira. Og þannig byrjaði með því að hvísla óeirð, hvísla efasemdum og skapa ringulreið á meðal englana. Og okkur er sagt að 3/4 af öllum englum himinsins fylgdi þessum vonda einstaklingi í uppreisn á móti Guði. Og mig grunar þó að sé ekki staðhæft beint að annar 3/4 var með efasemdu var ekki viss hvað var að gerast. Og vandamálið er að Guð er eyðandi eldur. Hebreabréfið 12. kaflinn og 29. vers segir Guð er eyðandi eldur. Og ef við komum með í Esekiel bók, spámann Esekiels, í 28. kaflanum og þar í 18. versi, það talar misgjörðir hans, Satans, vanhelgaði líf sitt og svo segir, þá let ég eld brjótast út frá þér, hann eyddi þig og gjörði þig að ösku á jörðinni, augsýni allra sem sá á.
Þannig að einn dag mun Satan fá að sjá Guð, ekki bara Jesúm sem engil eða Jesús sem mannlega veru sem Krist, heldur sjá Guð eyðandi eld sem enginn hefur séð, og það sem gerist þegar syndari sér Guð í návist Guðs, hann brennur upp. Og Satan mun eyðast, hann mun ekkert vera þar, en spurningin kemur þá, af hverju leyfir Guð sársauka og dauða að vera? Af hverju tók hann ekki bara og eytti öllu saman? Af hverju byrja hann ekki på nýtt? Ef Guð eyðandi eldur, af hverju fór hann í felur? Jóhannes og Guðspjalli 1. kafli 8. vers segir, það var enginn séð Guð almáttugan, enginn, nema sonurinn eini, Jesús Kristur. Af hverju? Ég vil leggja til að ástæðan fyrir þegar enginn hefur séð Guð almáttugan, eyðandi eld, vegna þess að Guð elskar. Guð kærleikur. Hann ekki bara einhver sem hefur kærleik og sýnir kærleik og öðru hvoru og svo eiginginn þess á milli. Hann kærleikur. Hann gjafmildur, hann umbörlundur, hann þolinmóður. Og hann kaus að gefa sköpun sinni frelsi. Og valfrelsi í Guðs huga þýðingameira heldur en hlýðni. Það eitthvað sem ég þurfti að hugsa svolítið, hvað meinar með það, með því? Valfrelsi okkar, frelsi okkar manna, frelsi engla þýðingameira heldur en hlýðni. Því að Guð vill ekki neyða okkur til að hlýða sér, hann vill ekki gefa skipun og segja, þú verður að gera þetta. Hann gefur okkur valkost og segir, þetta góð leið, þetta leiðir til vandræða og dauða. Og meira segja þegar að Satan fór að gera uppreist, þegar að þessi jörð fór í uppnám, Guð var ekkert að eyða því að hann vildi leyfa okkur að læra hver hann Hann vildi leyfa okkur að treysta sér, hann vildi gefa okkur frelsi, þú kýst. En ef hann kemur sem eldur og segir, ef þú hlýðir mér ekki, þá útrými ég þér, þá engin valkostur, þá hefur ekkert frelsi. Þá hlýðum við Guði af hræðslu og ótta og því miður það of margir kristnir einstaklingar, of margar kirkjur sem nota hræðslu til þess að neyða til hlýðni. Það har verið í fréttum hérna á Íslandi kirkjur sem hafa sett fólk í einelti og ef þeir ekki hlýða því sem að leiðtogarnir segja að það eru útskúfuð. Þið kannast við þetta. Og það eru svo margir sem að þykjast vera réttlátur að heilaður segir, þú verður að gera þetta eða skömm á þig, svei þér. En Guð segir, nei, ég vil að þú hafi frelsi til þess að hlýða mér, til þess að læra að treysta mér, af því að það betra fyrir þig. Meira sem boðurinn 10, við stundum notum þau og notum svipu, þú verður að gera svona eða ég ætla að refsa þér, en boðurinn 10 í raun og veru, og þetta frá Dr. Guðmundur Ólafssyni sem þekkja, var hérna á Íslandi í mörg ár, býr hún í Kaliforníu. Hann benti á að sagði orðalagið í boðurunum 10, annarri Mósebók 20. kaflanum, ekki þú verður að gera þetta, heldur ég Guð þinn, þess vegna þarftu ekki að gera þetta lengur. Þess vegna getur lifað öðruvísi, þess vegna getur nú tilbeðið mig og engan annan. Ég Guð þinn, ég leysti þig úr þrældómi, ég leysti þig úr ánauð þeirra freistinga sem að fjötra þig. Þess vegna getur núna tilbeðið mig, þess vegna getur fylgt mér, þess vegna þarftu ekki að gera þetta lengur. Þetta frelsi sem Guð vil gefa okkur og við setjum í ánauð. Syndin setur í ánauð. Svo Jesús gerðist á meðal englana til að sýna hver hann hver Guð til að sýna okkur persónleika Guðs. En Jesús meira en bara engill. Hann meira en bara lítið barn sem fættist í Betlehem. Í Jónas og Guðspjalli í byrjunni talað orðið. Og í sama kafla sagt nákvæmlega að orðið varð hold og bjó á meðal okkar. Segir nákvæmlega að þessi einstaklingur sem var orðið Jesús Kristur. Og þegar við lesum upphafið þá segir raun og veru að
orðið var í upphafi, eða Kristur var í upphafi, orðið var hjá Guði, eða Kristur var hjá Guði, orðið var Guð, eða Kristur var Guð, Kristur var í upphafi hjá Guði og fyrir hann urðu allir hluti til, án hans var ekkert til, í honum var líf og lífið var ljós manna. Þannig að Guðspjallið byrjar á því að segja, Jesús Kristur skapar, hann er Guð, hann á ekkert upphaf, hann er alltaf á meðal, hann er Guð. En Satan trúði ekki. Hann vildi meira. Og svolítið merkilegt hvernig Guð sýndi kærleika sinn. Og ég veit úr Jóbsbókinni í 38. kaflanum, Jóbsbók 38. kaflin, fyrstu 7 versin þar, að þar kemur Guð tala við Jób. Jób hefur ásakar af 4 vinum sínum, fyrst 3 eldri mannum, vinum og svo ungur maður sem segir, Jób, þú þarf bara að yðra synda þína. Þegar Guð er að refsa þér, allt sem þú að fara í gegnum vegna þess að þú hefur gert eitthvað rangt. Guð er að kenna það leksju, þú þarf að yðrast og ef þú gerir það, þá mun Guð blessa það aftur. Og Jób segir, nei, ég er ekki vondur maður. Ég hef verið gjafmildur, ég hef verið góður, ég hef elskað starfsfólkið mitt og farið vel með starfsfólkið mitt. Og að lokum segir Jób, Guð, þú verður að taka mál mitt og dæma í máli mínu. En þá segir Guð svolítið, og í raun og veru kemur hann og segir, þegiðu Jób, hver ert þú að spurja mig? Guð kemur út og segir, hver er myrkva ráðsáláttun mína? Hver er með óskinsamleg orð? Girtu lendar þínar og maður, og þá skal ég spurja þig, hvað veist þú um fortíðina? Og svo spyr Guð Jób, hvar varst þú þegar jörðin var sköpuð? Hvar varst þú þegar að englarnir komu saman, þegar morgun stjörnurnar koma og sungu tónleika þegar jörðin var sköpuð? Og englarnir voru þar að hrópuðu og klöppuðu fyrir þennan söng. Ég er svona að laga orðina hans til, en þetta er það sem er sagt þarna. Og það gefur í skyn að morgunstjörnurnar, það eru 2 morgunstjörnur í Biblíunni. Önnur er í Jesaja, 14. kaflanum, lýst sem einum sem er dásamleg sköpuð persóna sem fyllist hroka af eigingirni og segir, ég vil vera Guð, ég vil fara inn í Guðdóminn. Hinn morgunstjarnan er lýst sem rótarkvistur af Davíð, morgunstjarnan sem gerðist maður en er Guð, Jesús Kristur. Það eru 2. Önnur er lýst sem björt morgunstjarna, skær skínandi morgunstjarna, hinn er lýst sem dauf morgunstjarna. Annar er meiri, hinn er minni. Annar er Guð, fer inn í Guðdóminn og kemur til að sýna englunum hver Guð er, kemur til jarðar til að sýna okkur hver Guð er. Hinn er sköpuð, gefið allt sem hægt er fyrstur allra englana nema Krist. Og hann segir, ég vil meira, ég vil meira, ég vil meira. Og Kristus segir, ok, þú vilt meira, leið með sína hver ég er. Og sköpunarsagan var með vitni til að sjá, til að skoða. Og þegar Jesús skapar á fyrsta deginu ljósið, og englarnir horfa á, og Jesús segir, svo, þessan er ég Guð, ég skapa. Annan daginn segir, hvað ég skal gera meira? Hann skapar á festinguna. Hann segir, þetta ger ég er skaparinn. Ég skapaði þig, ég skapaði englana. Þriðja daginn, þá kemur hann og segir, komdu, nú skapar hann landið og fyllir af gróður í grasi og fallegum gróður í trjám og blómum. Segir, þetta gerði ég. Englanið er bara aktofa. En einn herðir hjarta sér, nei, þú ert að plata mig. Þetta eru bara galdrar. Fjórða daginn, þá fer hann og fyllir ljósið frá því bara verið byrtu og skapar sólina, tunglið, stjörnur, byrti stjörnunar.
5. daginn, þá tekur hann og fyllir festinguna með fuglum og fiskum. Og síðan skapar hann 7. deginum dýrin. Og í hvers skipti þá talar hann að skipar og skipur með hlýtt og tilvist eitthvað kemur til. Og Jónas og Guðspjalli segir, Kristur skapaði allt saman. Þetta var Jesú Kristur. Og Jónsbók segir að þegar Kristur var að skapa, englarnir sáu hvað var gert. Svo segir Kristur, þú trúir ekki hvað ég að gera? Leið mér að gera svolítið annað. Og hann beygir sig niður í moldina, mótar leirinn í mannveru, í Adam, blæs í hann, gefur henni líf og segir, gjör svo vel. Og svo segir hann við englana, gerum þetta aftur. Hann svæfir Adam, tekur hluta á honum, skapar Evu, sem kórónu sköpunarinnar, æðstu sköpunarveru jarðarinnar, og gefur henni líf og leiður þeir saman og segir, þetta er ég, þetta er skaparinn. Og svo syngja þeir tónleika, morgunstjörnurnar 2, Jónsbók segir, þeir sungu tónlist til heiðurs sköpurinni. Og Satan hafði engan áhuga. Í staðin fyrir að hlusta á það sem Jesú var að gera, í staðin fyrir að horfa á það sem hann gera og segja, wow, þú ert stórkostlegur Guð, þú gerir allt þetta og þú skapaði mig. Í staðin fyrir það herðir hann hjarta sitt og hatar sköpun Guðs. Og eina legunum hans er að segja að mannkyni, það er engin skapari til. Þetta er allt þróun, þetta er allt tilviljun. Einhver annar gæti hafa gert þetta. Ég gæti hafa gert þetta ef ég bara myndi stýrða tilviljunni saman. Og síðan hatar hann hvíldardaginn sem var gefinn manninum til þess að njóta. Til þess að lifa eins og kongar og drottningar, til þess að njóta sem til er, njóta jarðarinnar, njóta fjölskyldnar, njóta tilverunar. Hann vil taka það í burtu, sem nei, bara gera hvað sem vil, ekki tilbyða neitt, ekki njóta þess, bara lifðu lífinu. Og hatar konur. Konan er kóróna sköpurinnar og hann gerir allt sem hann getur til þess að hlekkja konur í ánægð. Þrýsta henni, láta mennina stjórna og ráðskast yfir með eins og þessu eign þeirra. Hann vil skemma það sem Guð hefur gert. En leið og syndi kom í heiminn, þá segir Guð, ég veit hvað þú gerðir. Adam, Eva, hvar eru þið? Hann vissi hvar þið voru, en hann gaf þau valkost, komdu, leið mér að tala við ykkur. Og þegar þau koma til hans skömmustilega, þá segir Kristur við þau, þetta er ekki búið. Ég mun senda frelsara til ykkar, lítið barn, sem mun koma og leysa ykkur úr þessu ánægð. Því ég elska ykkur, ég mun gefa ykkur þá gjöf. Og hann segir við Satan, þú ert búin að vera. Satan trúði ekki alveg, en Guð sá hann það, hann var eiginlega búin að vera. Og þegar Jesús kom á réttum tíma, eins og hann sagði að myndi gerast, að því hann veit framtíðina, og ef það lítur í spátunum Biblíunni, Kristur kom nákvæmlega réttum tíma og hann uppfyllti allt sem sagt var í spátunum, en Satan reyndi að drepa barnið. Þið munið sögunum Herodes konung, myrti 20 barna, bara til þess að vera vissum að ná Jesú, sem var morgunstjarnan. Hann vissi hver Kristur var, hann þekkti Krist. Kristur elskaði hann, en Kristur kom, tók áhættu að vera lítið barn, en Satan gæti ekki drepa. Þegar Kristur byrjaði starf sitt, það fer hún til í eyðimörkina, og Satan vissi hver hann var, og hann vissi að Kristur er Guð, en hann sagði við hann, ef þú er Guð, breyttu þessum steinum í brauð. Þú voru að taka fyrst þátt og sjáum þína að vellíðan, þú voru að fá styrk. Og svo sagði hann við hann, ef þú ert verið vinstall, förum upp á mösterið og hentu þeir niður, láttu englana bera það á örmum sínum og vertu vinsæll strax. Og síðan segir hann, ég skal gefa þessa jörð ef þú tilbyður mig. Hann stal jörðina, reyndi þar að selja stolna vörur til Krist.
En Kristur vildi ekkert með það að gera. Í garðinum, Getsemani garðinum, þar lá við að Kristur gugnaði. Þrisvar sinnum sagði ég geti þetta ekki. Og baráttan var svo sterk að blóðdropar koma á enni hans í staðan fyrir svitaði með svitanum. En þegar hann gekk úr garðinum, einn lærisveinar allir sofnuðu, sváfu á verðinum. Þá var hann ákveðinn og hann gekk á krossinum og hann lét líf sitt. Satan reyndi að kvelja hann, reyndi að pynta hann, reyndi að fá hann til að gefast upp. Sá til þess að prestarnir höfnuðu honum, hann var ekki fórnað í musterinu. Hann var komin út fyrir borgina, út fyrir musterisveggina. Það voru rómverskir hermenn, heiðni menn sem tóku hann og bundu hann og neldu hann á kross og settu hann upp á kross og hann hélt að Kristur myndi gefast upp og hættu að labba í burtu. En Kristur var ákveðinn, hann sagði nei, ég kom til þess að sýna kærleika Guðs. Ég kom til að sýna hver Guð er. Sýna hversu langt ég vil fara í að reyna að bjarga fólki. Og Kristus sagði sjálfur í Jónasarguspjalli 10. kaflanum, enginn tekur líf mitt. Ég mun leggja það niður sjálfur. Og krossdauði er pyntingatæki, ekki aftökunartæki. Fólk sem var krossfest, það tók það á 3, 4, 5, 6 daga að deyja. Að lokum dóða úr þorsta. Það þornaði upp. En Kristur dó strax eftir nokkra tíma, því hann lagði niður líf sitt, hann kaus að deyja. Og við vitum frá vitnisburði Jóhannesar að hann dó af því að hjarta hans rifnaði, það brast. Það var ekki krossin sem að dó Jésu, ekki deyti Jésu. Það er svolítið merkilegt. Þessar 2 morgunstjörnur í Jesaja 14 og Ábyrgðarbókin til stöðrum kaflanum. Jesús, almáttugur Guð, skínandi morgunstjarna, björt, fyrst af öllum, sem gaf einum af sköpunum sínum það hlutverk að vera morgunstjarna. Við notum á Íslandi við hugtaki Lúsifer. Það er latneskt orð. Það er ekki nafn. Satan var aldrei með nafninu Lúsifer. Það er titill eins og forsætisráðherra, forstjóri. Það er titill sem Kristur hefur og hann gaf Lúsifer þá stöðu að vera forsætisráðherra yfir alheiminum. Það er svolítið merkilegt þegar Ingólfur Rúnar í 2019, hann reyndi að fá leyfi til þess að heita Lúsifer. Og hann vildi tengjast sinni trú, Satans trú, að hann var að reyna að þvinga íslenska þjóð til þess að leyfa honum að heita titil í höfuð á Jesú Kristi. Þegar Jesú Kristur er hinn skínandi Lúsifer. Það er latneska, það er morgunstjarna, það er bara orð. Þegar ég nefnir þetta stundum fólk út og segja, þetta er guðlast. Nei, Lúsifer er latneska fyrir orðið morgunstjarna. Jesús Kristur er skínandi morgunstjarna og latnesku skínandi Lúsifer. Og þegar Ingólfur Rúnar vildi fá að heita Lúsifer, hann vildi að heita nafni sem að Kristur er titill. Skínandi forseti. Hann fatta ekki hvað var, fólk skilur ekki. Og það er alltaf merkilegt, Satan reynir að halda í þetta. Meira segja eftir að hann hafi tekið Adam og Evu inn í synd, í Jóbsbók 1. kaflanum, þá sjáum við að Satan fer til himins. Það segir, já, ég er morgunstjarna, ég á rétt á að fara í himinin. Hann fer í himinin sem fulltrúi jarðarinnar. Og Guð leyfir honum það. Guð er þolinmóður, meira segja við þessa svörtu persónu sem að rífur upp og brýtur og eyðileggur allt saman. Við sköpunina, Satan var þar, horfði á, fylgdist með. Jóbsbók 38. kaflanum, Satan er þar að syngja með Jesú Kristi. Aftur og aftur er Guð að reyna að ná til Satan að sýna honum, ekki gera uppreist, ekki fara mót, ég elska þig, ég er þolinmóð, ég skal sýna hver ég er. Og Kristur skapar sem höfuð engill
sem skínandi morgunstjarna segir hann við morgunstjörnuna árbornu, segir komdu, ég skal sýna hver ég gaf þér hennar titil, en þetta er titil sem ég hef líka, aðeins 2 höfðu þennan titil. Alveg eins og Kristur kom fram í gegnum Móse við Faró. Það voru 10 plágur, 3 voru yfir öllum, síðan voru 7 sem voru bara á Egyptalandi. Aftur og aftur Guð að sýna fram á þínir vitringar, þínir töframenn, þeir geta ekki gert þetta. Þetta er yfirnáttúrulegt. Ég er Guð skaparinn, ég vil ná til þín Faró. En í staðinn fyrir að þiggja þolinmæði og miskunn Guðs og segja, vá, þú ert Guð, má ég koma líka og tilbiðja þig? Þá segir hann, nei. Herði hjarta sitt og Satan herti hjarta sitt. Og sama gerist í lok jarðarinnar. Tímabili jarðarinnar, 7 síðustu plágurnar. Guð leyfir mörgu stórkostlega að gerast í jörðinni sem er skemmdarverk, plágur sem eru ólýsanlegar, en það segir í Biblíunni, en mennirnir vildu ekki iðrast, þeir iðruðust ekki að hertu hjarta sitt. Og Guð leyfði Satan að halda áfram að stjórna og ráðskast. Guð vildi gefa hana tækifæri, ekki með hörku og valdi, heldur með kærleika og þolinmæði. Og vandamálið er á jörðinni í dag, ilskan er að aukast. Þegar mennirnir hafna Guði, þá eykst ilskan. Við sjáum hérna á Íslandi, hnífar, Ameríkarða byssur. Það er ekki tæki, það er ekki verkfæri sem nota, það er ilskan í hjartanu. Og mannvonskan eykst og mun aukast hratt á næstu árum. Þannig er ilskan. Þegar við höfnum Guði, þegar Guð er ekki lengur hluti af þjóðfélaginu, þegar Kristur er ekki lengur sá sem er tilbeðinn, þá verður mannvonskan meiri og meiri og meiri. Þannig er það bara. Þetta er okkar líf. Og við munum sjá þetta aukast. Eigingirnin græðgi mun aukast. Ákærur, meiri sig á milli kristinna einstaklinga, hvort sem það er í þjóðkirkjunni eða sjálfstæðum kirkjum. Mannvonskan, eigingirnin, oft í nafni Guðs. 12. kafli Óperbókinni. Þar sjáum við að það er stríð á himni. Svolítið merkilegt. Í 7. versi segir Míkael og englar hans og drekinn og englar hans. Þarna eru morgunstjörnurnar báðar. Og það var merkilegt þegar við varum að lesa þetta með hóp, vorum að stúdera, það var lögfræðingur sem að vinna mikið með æðstu dómstólunum í Bandaríkjunum og stoppum og sagði, Þröstur, stopp. Þetta er ekki stríð með vopnum, þetta er stríð í dómsal eins og Hæstarétti. Og hérna er Satan að koma til himnu og segja, ég er morgunstjarna, ég er Lúsifer. Og Kristi segir, nei, þú ert ekki Lúsifer, þú ert ekki morgunstjarna. Héðan í frá ert og Satan, djöfull og dreki. Það er titlarnir hans. Hann tapaði baráttuna, hann tapaði reksturum fyrir réttum, Hæstarétti. Hann sagði, út með þig, sagði Kristur. Þú ert búin að vera, þú munt aldrei aftur fá að koma inn í Guðs ríki. Þú ert bundið við jörðina, munt aldrei aftur fara hér, því þú ert ekki lengur morgunstjarna. Þetta er merkilegt í 3. kafli Óperbókinni. Þá segir Guð, ég mun gefa þér morgunstjörnu, sínu fólki. Núna bara einn, Gabriel er nefndur sem engill með nafni sem Gabriel en aldrei með titli sem höfuð engill eða sem morgunstjarna. Í Danielsbókinni þá segir að rödd kom af Jesús að tala og segir, Gabriel, far þú og tala við Daniel. Í Lúkasökubili segir, Gabriel, engillin, kom til Maríu. Þannig að Gabriel sem fremstur englan í dag, hann er nefndur með nafni, ekki með titli. Hann er ekki með titilin morgunstjarna. Kristur er morgunstjarnan, skýra, bjarta og það er einn af síðustu titlanum í Biblíunni, öðrum 22. kaflanum í loka kafla Biblíunnar, segir, ég Kristur morgunstjarnan skínandi. Gef boð, komdu, ég mun tala það næstu viku. En Satan tapaði sínu titli. Hann er ekki lengur Lúsifer. Hann er núna Satan og djöfull og dreki.
Hann vondur, hann illur, en samt þessi vondi einstaklingur sem að þrjóskaðist við og vildi vera meira að eigingin reyndan að taka yfir með það að gera hallabyltingu og taka Krist úr stjórninni og taka sjálfu stöðu Krist. Satan vildi vera Guð, en hann getur ekki verið Guð, því að Guð kærleikur. Guð þolinmóður. Guð umburðarlyndur. Og Guð gefur þér frelsi að kjósa. Hvað viltu? Það merkilegt í 13. kafli í Mattheusar guðspjalli. Kristur talaði dæmisögur og segir það sögu bónda sem á stóran akur. En einn morgunin vakna vinnumennin við það að það einhver óvinur búin að koma og sá illgresi. Svo þeir koma til bónda og segja, eigum við að rífa upp illgresið? Bóndinn segir, nei, láttu það vera, því að þið myndu taka gott korn með illgresinu. Og seinna meir koma lærisveinn til Jesú og segja við hann, Kristur, hvað þýðir þetta? Hvað það tala við skiljum ekki þessu dæmisögu. Og Kristur útskýrir og segir, verkamennir englarnir. Bóndinn, Kristur, Guð. Og hann segir raunin gegnum dæmisöguna, ef að Jesús Kristur kæmi í dag og endaði veröldina á snemma, þá myndi englarnir ekki skilja hver hólpinn og hver ekki. Meira segir í dag, við lítum á fólk og við lítum að ytra lagi. Hvernig fólk klætt? Þegar að forsetinn kemur eða einhver ríkisbubbi kemur, þá tökum við hendina heilsum og komum að sitja hérna fremst og höfum hátíð og allir skreita sig. En ef einhver kemur sem hefur búin að drekka og heimilislaus, þá má hann sitja hvar sem eða aftast. En hjá Guði segir, nei, komdu, hver sem þú komdu. Það allir jafningar hjá Guði. Þegar Kristur, Guð, sýnir kærleika umburðarlyndi og gefur frelsi að kjósa, hvað viltu, hvað ætlar að gera? Hvað snýst það? Og meira þess að englarnir skilja ekki vel hver réttlátur og hver ranglátur. Af því að það oft hulið, falið. Við felum okkar réttlæti með því að líta vel út og hafa okkur vel, en svo í felum þá sýnum við okkar rétta lit. Guð veit hver við erum, hann þekkir það. Galatabréfið, 5. kaflanum. Þar lesum við hvernig Páll lýsir mununum á fólki Guðs, eiginleika þeirra. Þetta er alltaf merkilega hvernig það sem Satan var að glíma við, það endurspeglast á jörðinni. Hann að tala til kirkjunar, Páll, og hann segir, holdsins verk eru augljós. Ef þú lifir bara eigingirni, gerir hvað sem þú vilt sjálfur. Það eru augljós fyllulífi, óhreinleiki, sörlífi, skurðgóðadýrkun, fjölgengi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall, annað þessu líkt. Og svo segir hann, eins og ég hef sagt áður, þeir sem slíkt gjöra, mun ekki erfa Guðs ríki. Og þetta á við fólk hvort sem það í kirkju eða utan kirkju. Og hann að tala hér til kirkjunar í Galataborg. En svo bætir hann við og segir, en ávöxtur andans. Og þetta í eintölu, ávöxturinn kærleiki, gleði, fríður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarða, bindindi. Það ekkert lögmál á móti þessu. Þetta það sem Guð Guð kærleiku, gleði, fríður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarða, bindindi. Hann gefur frelsi, hann gefur okkur kærleika, hann kærleikur. Og það einungis þegar við hlustum á Guð, leyfum hún að vinna í okkar líf og hjarta. Óháð kirkjusókn. Óháð hvernig við lítum út og hvernig við berum okkur fram, ef inn í hjarta okkar og huga, við leitum Guðs að segja, drottinn Guð, ég vil vita hver þú ert, ég vil að þú vinnir í mínu lífi. Breyttu mér, taktu eigingirnin í burtu. Og menn Jesús í Mattheusar guðspjalli talar að það eru erfiðir tímar í framtíðinni vegna náttúruhamfara og styrjalda og þvíumlíkt. Páll til Tímóteusar segir, það eru erfiðir tímar í loki vegna eigingirni einstaklinga sem lifa af eigin lífi, meiri segja sína kirkjusókn en afneita krafti Guðs þess að breyta sér.
og leyfa Guði ekki að skapa í okkur kærleika og gæsku og góðvild og trúmennsku og þolinmæði, frelsi. Við dæmum aðra svo auðveldlega. Já, það er gott og illt í þessum heimi. Það er veikindi og dauði, það sársauki í þessum heimi. Það er ekki að því að Guð vill hafa það, heldur Guð segir, frelsi til ákvarðana er þýðingameira heldur en hlýðni. Ef með frelsi er áhætta, og Kristus sagði, ég vissi að það var áhætta að maður gefa sköpum minni frelsi, englum og mannkyni, það var hætta á því að dauði og ilska og sársauki kem inn, en ég var tilbúin, og ég borgaði gjaldið, ég greiddi gjaldið sem kom með frelsi, og ég lagði líf mitt í sölunnar og Kristus kom og dó, og með því að koma þess að jörð, það sýndi hann ótrúlega kærleika, ótrúlega gæsku. Og hann segir, þetta er Guð. En þetta frelsi mun alltaf vera til. En elskan og vonskan mun ekki alltaf vera. Og einn dag mun Guð almáttugur, eyðandi eldur, opinbera sjálfan sig, sem slíkur. Og þá mun synd og dauði og ilska og vonska og eigingirni útrýmast. En þeir sem hafa meðtekið Jesú Krist, gjöfina, þau mun hafa uppgötvað hvað frelsi er, hvað það er að lifa í kærleika og umburðarlyndi og þolinmæði. Og því miður kirkjan stundum sýnir enga þolinmæði, ekkert umburðarlyndi til annara, ef að þú lifir öðruvísi, ef þú hagar öðruvísi, ef þú trúir öðruvísi, en Kristus sýnir ótrúlegt umburðarlyndi og þolinmæði og kærleika. Og hann býður þér að vera með þér. En þetta er stjörnustríðið, mikla, stóra, á milli Guðs, sem var með rauðan þráði gegn alla biblíuna, aftur og aftur í sögunum spámennina og konunga og aðra. Við teljum þess að vera hetjur, þau voru það ekki. Þau voru brotlegir menn. Abraham, hann treysti ekki á loforð Guðs. Davíð, konungur, hann braut stórkostlega á sig. Jónas hljóp í burtu. Aftur og aftur, allir þessir einstaklingar, þeir voru með stór vandamál, en Guð sagði, leið mér að breyta lífiðinu, leið mér að hjálpa þér. Ég er Guð, ég elska þig. Og svo voru sumir sem Guð reyndi að ná til, sem hertu hjartast og sagði, nei, ég ætla að ráða mig sjálfur. Og spurningin sem við höfum í dag er einfaldlega, hvað kjósum við? Jú, við sjáum auglýsingar og við kjósum hvernig bíl við kaupum og hvernig hús við fáum okkur og hvernig húsgögn við höfum. Við erum frjáls að velja þetta. En stundur reynir þjóðfélag að þvinga okkur til þess að kjósa eitthvað. En Guð segir, stærsti valkosturinn er þessi. Hvað skiptir í mestu máli? Viltu þekkja mig? Og ég skal fylla hjarta þetta kærleika og þolinmæði umburðarlyndi. Eða viltu halda áfram í eiginginni? Tvær leiðir. Einn valkostur. Þetta er stjörnustríð kærleikans. Að velja kærleika Guðs eða velja veg eigingirninnar. Það er stóra spurningi. Skulum byrja. Grátum Guð, þegar við lítum í Biblíuna, það sjáum við þessa stóru sögu, rauða þráð kærleika þinns í gegnum Biblíuna. En við lítum ofta á hina þættina og sársaukan og erfleikan og ilskuna sem er þar og segjum að þetta er allt þér að kenna. En ég bið Drottin að þú hjálpur okkur til að skilja að fyrir þér er frelsi þýðinga meira en hlýðni. En þú kemur og sýnir okkur hversu stór þú ert, hversu mikill þú ert, hversu djúpan og einlegan kærleika þú hefur að gefa. Megu heitlast af þér og megu elska þig. Og viltu gefa í hjörtu okkar þannig kærleika umburðarlyndi sem þú einn hefur að gefa. Ég bið í Jesú nafni.